Heyrðu, verið hjartalega velkomin í þennan þátt af Lykkjufallinum Hjartalega velkomin. og velkomin aftur Tinna. Já, takk fyrir. Með okkur síðast. Gott að fá þig aftur. Gott að vera komin áttur. Heyrðu, þetta er spennandi þáttur sem við ætlum að fara að taka upp núna. Mjög spennandi. Já, annars spennandi sem er að fara að gerast, sem verður daginn sem þessi þáttur kemur út, það er Garnival. Er ekki allir að fara? Við erum klárlega að fara á Garnival. Já, við erum að fara. Já. Við ætlum að fara saman. Já. Mjög spennandi. Hrikalega spenntar fyrir að mæta. Þetta var geðveikt í fyrra. Já. Ég veit að þú fórst ekki. Nei. En ég er mjög forvitin að fara með núna. Já, bara sömuleiðis. Ég er ógeðslega spennt að fara. Já, það verður geðveikt. Svo gaman að hitta líka bara mikið af fólki, bæði með líka fólki sem er að fylgja til þess á Instagram. Já. Það er klikka skemmtilegt. Þetta er svona, já, þetta er geggjaði vettvangur nefnilega til þess að þú veist, aðeins að komast út úr skjánum Já. og já, og líka svo mikið af flottum básum og flotta vörur og bara, já, þetta er ótrúlega skemmtileg hátíð. Já, ég get alveg ímyndað með það og bara ég er sjúklega spennt einmitt að sjá alla. Maður er búin að eiga í spjalla við alls konar aðilaðir sem er svo ótrúlega, sem ég hef aldrei hitt. Það er gaman að hitta þig á Garnival og vonandi. Algjörlega. Allavega þá sem verður með bás. Já. Ég er mjög spennt. Þetta verður ótrúlega skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Það er líka svo geggjað að maður getur tekið hring eins og því voru að tala um í síðasta þætti. Já. Það er svo gaman að taka hring, fara að fá sér smá kaffi eða eitthvað, setja staðans og prjóna með fólkinu sem maður hittir þarna og klára svo hringinn eða labba annað hring eða eitthvað. Það er svo mikið skemmtilegt að skoða hana. Já, ég get nefnilega alveg ímyndað mér þegar maður situr þarna og sér eitthvað með eitthvað í pókarn bara býtu, hvað sástu þetta? Já, algjörlega. Já, ángríns, það er svo leiðis. Já, ég verð tilbúin með varasjóðin. Nei. Það er svo ótrúlega mikilvægt og það sem við ætlum fjallum í þessum þætti að horfa líka aðeins á andlegu hliðina. Þú veist, hvað gefur handavinnun okkur? Hvað er það sem að já, bara hvernig prjóni lætur okkur líða og við ætlum að fara að tala um bara svona áhrif handavinnu sem sagt bara á andlega heilsu. Já. Já, og við svona ákvaðum að demba okkur aðeins í það að lesa svona einhverjar smá fræðigreinar og kynna okkur betur bara hvað gerist í líkamann af hverju, hvað er það sem er svona gott fyrir mann við það að prjóna. Og það er til dæmis eins og maður hefur heyrt að bara þessar endurtekningar eins og þetta að vera að prjóna slétt, prjóna lykkju eftir lykkju, að maður komist í þetta flæði og það hefur bara svona sjálfstillandi áhrif á taugakerfið og já, bara svipaði bara eins og reglulega öndun, þú veist. Ekki að við séum einhverjar fræði manneskjur í þessum málum, en þetta er bara svo ofboðslega áhugavert að skoða þetta betur, þú veist. Og hvað er það, þetta minkastreitu og það hefur bara endalaus jákvæð áhrif. Já, bara, og mér er svo gaman. Nú hefur við báðar til dæmis verið bæði að stunda handavinnu í mörg ár og við hefum lent í kulnun, börnáti og einhvern veginn við erum með svona kannski mismunandi reynslu úr því en samt einhvern veginn hvað eigum það sameiginlegt að handavinnan er svolítið það sem að kannski hjálpa manni að koma sér upp úr því. Klárlega. Þó það hafi ekki verið alveg eins og hjálpa manni kannski þegar maður á erfiðan dag að koma heim og bara setja sig niður og prjóna. Þannig að okkur fannst mjög gaman að sjá að hvað rannsóknir sína og styðja við þetta sem okkur finnst báðum. Absolutt. Og upplifum þegar við erum að stunda handavinnuna. Algjörlega. Og maður kannski er að gera þessa handavinnu ómeðvitað af hverju maður er eitthvað endilega að gera hana. Já. Maður er ekkert að spá í því. Maður bara finnur að manni líður vel og maður er að kúpla sig út. Og já, það er bara ótrúlega áhugavert að vera síðan lesa sér betur til þetta og hvað þetta bara styður við akkurat hvernig maður upplifir þetta. Algjörlega. Já. Og við vorum að skoða eina rannsókn sem sýndi að handavinnan hefur svipuð áhrif og að fara í göngutúr vegna þess að í göngutúr er þetta að taka eitt skrif í einu, það er svo jákvæð og róandi áhrif á hugan. Já. En prjónið hefur það líka, af því þetta er ein lykkja einu og svona endurtekning algjörlega sem tekur mann í þetta flæði. Algjörlega og lækkar eða þú veist bara róar hjartsláttinn og
lækkar blóðþrýstingin og bara, þú veist, kemur mann í svona bara relaxed state, hvað heitir það á íslensku? Já, bara svona velliðunar ástæðu. Já, Og- algjörlega. Og einmitt kemur mann í þetta flæði og fyrir þá sem kannski veit ekki hvað þetta flæði þá það bara svona hugarástand það sem að hugurinn fær hlé frá öllum áhyggjum og öllum hugsunum. Þú bara einbeitaðir að því sem þú ert að gera og þetta kannski svo íþróttamenn fara í flæði þegar þeir eru að keppa og myndlista fólk fyrir flæði þegar þeir eru að mála mynd. Algjörlega. Og prjónarar fara í flæði þegar við erum að prjóna. Algjörlega. Og þetta einmitt, þá bara öll athygline einhvern veginn á verkefninu og einmitt eins og segir, það róar hjartsláttinn og minnkar til þessu vöðvaspennu og gefur mann bara svona einhverja andlega endurhleðslu. Algjörlega. Þetta dásamlegt, hvað maður segja? Já, manni líður bara ofboðslega vel þegar maður þegar maður að prjóna. Maður hefur alveg heyrt samt alveg fólk sem kannski að læra að prjóna eitthvað, alveg stíft í öxlunum og alveg að biðja ráð, þú veist hvað maður að gera til þess að slaka betur eða eitthvað. En þegar maður bara kemst einhvern veginn yfir það eða eitthvað, hvað maður á að segja, að maður kemst bara í þetta flæði, þá þetta alveg dásamlegt og bara svo margt jákvætt við það að gera handavinnu. Og það getur alveg eins verið að, þú veist, að sauma útsaum eða hekla eða prjóna eða, þú veist. Og jafnvel að velja garn. Algjörlega. Bara og velja því þetta svo mörg stig af kannski svona flæði hvað þú ert að gera. Þú ert að velja þér uppskrift, þú ert að velja liti, garn, svo ert að prjóna og svo ertu í flíkinni eða ert að gefa hana. Þetta ekki alltaf alveg eins en þetta samt svona, ég veit ekki, mér finnst þetta að vera svona mismunandi einhvern partur af ferlinu. Algjörlega. Og ef þú ert að sauma þú veist hvaða handavinni þú ert að gera. Já, bara algjörlega, svo sammála. Þetta ítir líka undir að, þú veist, bara að maður þjálfi bara athyglina. Að maður fókusi á eitt í einu og það bara minnkar þetta áreiti, þetta núllar einhvern veginn hugan. Já, og bara, minnst það líka þannig að þetta styrkir sjálfsmyndina, þú veist, sjálfstraustið. Og bara þetta gefur manni svona einhverstaðar voru að lesa rannsókn þar sem að bara smá framfarir í handavinni það gefur manni reglulega bara dópamín örvun. Já. Þú veist maður var svo ánægð með já, það. ég veit það, alveg. Já. Og líka það að klára verkefni, maður er svo stoltur og maður er stoltur að vera í flíkinni eða maður er stoltur að gefa hana og sjá aðra í flíkinni sinni, það er svo margt. Það bara margar svona hliðar á allar þessar handavinnu. Algjörlega. Já, að því þegar þú ert til dæmis að horfa á sjónvarpið, þá er maður kannski líka í símanum. Já. En þegar þú ert að prjóna, þá getur ekki líka verið í símanum. Nei. En þá ertu stundum með maður að horfa á sjónvarp eða maður að hlusta á hlaðvarp eða hljóðbók eða eitthvað. En þá ertu samt einhvern veginn ekki með þetta auka, þetta getur verið með börn sem þurfa aðstoð eða makaðinn eitthvað að spyrja það einhverju. En þetta samt svona, þú veist, minna heldur en þú væri líka með síman. Algjörlega. Þannig að, en svo líka mismunandi, það sem rannsóknin komið líka með að handavinnan hefur jákvæð félagsleg tengsl. Algjörlega. Og það kannski, ég held að við séum að því flestir eru held ég stunda handavinnunum sína einir heim í sófanum. En það sem að svona félagsleg tengsl líka kannski, þetta, margir eru komni með eins og á Instagram, prjóna aðgang. Það sem að kynnast fleirum sem hafa sama áhugamál þú. Algjörlega. Þannig kynntust við. Já. Og það eru svo margir prjóna viðburðir eins og til dæmis karneval og það eru svo margir prjóna viðburðir bara í samfélaginu, sama hvort það er í ykkur prjónaverslun eða í ykkur kirkju eða hvaða nú er. Þetta getur komið og þar getur þú farið og hitt annað fólk sem hefur sama áhugamál þú en þetta getur haft svona sérstaklega maður er kannski í kulnun eða mikill í streitu þá getur það líka verið svona yfirstígarlegt að fara ein til dæmis eða þekkir engan annan en svo getur það líka verið þegar þú ert búin að annarkvort prjóna, hekla, sauma eða eitthvað og ert í flíkinni eða ert að gefa hana og aðrir spyrja hvar fyrst þessar peysu eða hvernig og það ég gerði hana það er líka svona félagslegt skilur sem gefur manni svona absolutt, já
margir í svona þættir einhvern veginn algjörlega, tengjast þessu. absolutt. Mér finnst líka bara ef ég sé fólk út á götu bara í geggjaðri peysu eða eitthvað, þú veist, hika ekki við að labba upp fólki bara geðveik peysa Já, og þú veist, og fólki finnst alltaf svo gaman að segja frá, einmitt annarkvæmt að segja frá því að þau byggur hana sjálf til eða þá einmitt á dóttur mín gerðana eða eitthvað og Einmitt. þannig að þú veist, já, þetta klárlega skapar, þú veist, ítir undir bara tengsl, finnst mér, á margan hátt. já, 100%. Já. Og ég líka, fyndið þegar þú segir þetta, ég man í fyrsta skipti sem ég hrósaði einhverju konu á peysu. Mm. Hún var í fjallgöngu, Grænarhrygg. Og hún var í svo geðveikri peysu. Og ég spurði hana, hvað hún fekk þessu peysu. Ja. Hún sagði mér að mamma sín hefði prjónað hana og átt hana þegar hún var yngri. Æ. Og núna man ég svo vel, einhvern veginn eftir þetta interaction hjá okkur, þetta samtal, það man ég svo vel eftir þessu konu. Og ég man einhvern veginn meira eftir peysunni, held ég frekar en að hefði bara síðan að labba fram hjá. Ok, mjög góða punktur. Þú veist, þannig að, ég veit það ekki, mér finnst þetta Mjög góða punktur. skemmtileg pæling. Já, þú tókst kannski meira eftir flíkinni af því þú fóst og gerðir eitthvað, þú veist, fórst að tala við hana, interaktaðir með þetta. Já, hún fór að Mögulega. segja mér frá peysunni Já. og mér finnst það svo gaman. Ok, það er enda geggjað. Þannig að þetta var líka skemmtileg Góður minning úr þessari geðveiku fjallgöngu. Já, ok, mjög áhugavert, já. Ég ætla að hugsa aðeins þetta, hvað að því að ég eiginlega bara alltaf þegar ég sé flotta peysu og hrósa ég því alltaf, ég labba Já. alveg til manneskjana að gera þetta, en ég ætla að prófa að hugsa aðeins ef einhver er það langt í burtu, ég get ekki talað við hana eitthvað, hvort að þetta verði eitthvað hvort ég muni eitthvað betur eftir hinum. Eftir peysunni, já. Já. En þetta var Já. bara pælinga því Mjög gott. ég er svona mjög hlédræg og ég hef ekki mikið verið að tala kannski við eitthvað fólk sem ég þekki ekki neitt. En ég man líka bara þarna, þú veist, einhvern veginn, það var svo skemmtilegt spjall Já. og það er alltaf sef og líka hvernig mér líður þegar fólk hrósa mér á peysunni. Já, það er mjög skemmtilegt. Það var svona, já, þetta er bara, já, ég man til dæmis, ég fór á Kali á tónleikana sem voru í fyrra Já, og þar voru 3 sem komu hrósi á peysunni minni og ég man hvernig það líta út. það Veistu, ég var alveg bara, Það er svo sætt. ógeðslega gaman. Þannig að það er alltaf safe að segja þetta við einhvern. Absolutt. Og þegar maður upplifir svona sjálfur að einhver hrósa manni, Já. þá veit ég bara, vá, ég ætla ekki að hika við að hrósa núna þegar ég sé einhvern annan. Já, geggjað. Það er mjög svo jákvætt. Og ef verið mikið um það á Garnival. Já, ég held það. Að þetta sé svona vettvangur þess að fólk mætir í sínu bestu svona, hvað sem var, prjóna afurðum. Já, Er það ekki? jú, klárlega. Ætlar þú ekki að mæti ykkur flotta peysu? Jú, ég ætla að gera það. Ég, Ég er alveg að hugsa. ég hugsi Ég er ég að verið í hugsa sum outfit. peysu ég var á Kallum. Ok, ég er mjög spennt að sjá hana. Já, ég held að sé upp á alls peysu minn. Erfitt að velja. Já, þú átt alveg svo ógeðslega margar flóta peysur. Ég er umtlað með, það er allar hérna heima. En já, það er alltaf, Jesus, það er ekki amalegt. mér dreymir að gefa út með prjónabók, þannig ég tími ekki að láta þær frá mér. Nei, mátt ekki gera það. Nei, þannig ég er Bókin verður að koma fyrst. velta þetta. Já. Hún kemur einn daginn. Vonandi En heyrðu, fljótlega. Já, það var tíminn, sko. Já, já. En annað sem að líka andleg heilsa, að sem sagt eins mikla vellíðan og prjóni getur gefa manni, þá getur það líka valdi manni kvíða. Já, Ég veit ekki hvort þú hefur upplifað og vorum að tala um þetta daginn að það er svona gott að vera með fleiri en eitt verkefni. Af því að þú ert að fara að keyra austur á Höfn eða eitthvað og þá viltu geta prjóna eitthvað þægilt í bílnum. En svo ertu heima í sófan, þá getur þú verið að prjóna eitthvað flókið. En þetta getur verið allir mörgum svona einhvern veginn kvíða að vera með allt og mikið svona eitthvað óreglu eða finnst þið mikið vita hvar þau eru í verkefninu eða missa eitthvað svona yfirsýn. Á meðan aðrir geta haft bara 15 verkefni á prjónunum og já. þannig að maður þarf einhvern veginn að finna bara hvað hentar þér án þess að þetta sé að valda þig kvíða. Algjörlega. Af því ég hef alveg verið þar að ég var með 5 verkefni og ég var bara ég vissi ekki hvað ég ætti að byrja, ég vissi ekki hvernig einhvern veginn það var svona, Já. allir mér miklum kvíða af því ég var í þannig þannig ástandi, ég var í burnouti og þá gat ég ekki verið með fleiri en eitt verkefni á prjónum af því að bara allir mér ómiklum kvíða en svo hef ég líka verið bara eins og í dag, finnst mér mjög gott að vera með 23 upp á að geta við eða fundur í vinnunni, þá ekki prjóna bókin eða maður er að keyra eitthvað. Já, það er mjög sniðugt.
og ég finn það einmitt bara það er mjög áhugavert, ég finn það einmitt bara fyrir mig að yfir höfuð vil ég helst ekki hafa fleiri en 2 verkefni í gangi og einmitt akkurat eins og þú sagðir, kannski ég myndi vera með 1 flóknara verkefni svona, fyrir þegar ég hef tíma í það að geta þá nýtt bara eins og maður situr í sófanum á kvöldin eða eitthvað og maður hefur heila space í það að finna út úr aðeins flóknari verkefni að þá finnst mér geggjað að geta gert það en ég vil alltaf hafa eitthvað svona einfaldara verkefni líka til að mynd bara hafa með mér á ferðina eða mynd maður situr á fundi eða eitthvað eða biðstofaukstöður eða eitthvað en ef ég hef fleiri verkefni en það þá líður eiginlega langur tími í að maður klári eitthvað verkefni að maður fái þessa vellíðun og tilfinningu og þetta dópamín sem maður er pínu kannski að kreifa maður er svo spenntur að klára eitthvað verkefni þú veist, og því að ef ég er með alltaf mörg verkefni í gangi í einu þá einhvern veginn þá svo líður, maður alltaf að gera smá í öllum verkefnum og ég meika það ekki sko og ef ég legg frá eins og núna, ég veit að ég er með 2 verkefni og í prjónakassanum mínum heima mér finnst bara ekki spennandi að taka þetta upp þú veist, ég er bara búin að missa spennun yfir þessu verkefni og mér finnst ég svona þurfa að klára það það fíla ég ekki nei, ég fíla það ekki af því að mér finnst svo gaman þegar maður er spenntur yfir verkefni stundum fer ég á fætur klukkan 5 á morgnana og ég er svo ógeðslega spenntur yfir verkefni sem ég er að gera skilur ég bara ég verða að komast ég að halda áfram að prjóna að það er svo jákvæð upplifun yfir eitthvað sem maður er að gera ekki maður þurfa að draga upp og kassa bara, ég verða að klára þetta þá er þetta orðið svona kvöð sama getur gerst þegar þú ert kannski búin að lofa kannski upp í ermina þér kannski ómikið þú hefur ekki tíma, eitthvað gerist auðvitað getur maður stundum sagt bara ég skal prjóna hérna heimferðasett svo gerist eitthvað það nærði ekki að gera, það getur allir manni miklum kvíða algjörlega en maður þarf bara svona svolítið að finna sinn milliveg absolutt, og einmitt og hver og einn verður að finna það bara fyrir sig og það er ekki hægt að segja þú veist, það er ekki þannig að eitt gangi yfir alla það er bara ekki þannig alls ekki og svo líka eins og aftur með samfélagsmiðluna það getur verið svona samanburða tilfinning maður sér, maður þarf að samfélagsmiðlunir hann er þannig að þú þarf alltaf að vera að posta með eitthvað nýtt og nýtt það getur líka að gefa mann svona akkur allir að gera svona mikið og ég gerir svo lengi að prjóna eina peysu og algjörlega einhvern veginn farið í þannig samanburðu sko það er mjög óholt, við meðum það ekki þannig að hafa þetta jákvæða nótunum reyna að taka mitt komast bara í þetta flow en vákað með ég var ekki búin að hugsa út í mitt þegar þessi óregla í huganum gefur mann, að því ég er með svo mikinn athyglisbrest að þegar það er óregla fyrir fram að mig þá get ég ekki tekið til í huganum það verður að vera hreint í kringum mig svo ég geti náða svona færa til hugsanar og horfa skýrt einhvern veginn á þar þannig að, en að því ég bara gera lópapeysur þá er það alltaf, ég er bara með 4 setta prjónum og það er allt eins þannig að þó ég sé að prjóna ermi á einhver annar peysu í dag og svo búkin á morgun á okkur fundi þá finnst mér það einhvern veginn ekki en það gæti verið erfitt ef þetta væri eins og þú ert að prjóna alls konar og sauma mismunandi verkefni veit ég hvort að það sé eitthvað öðruvísi svo getur líka bara farið eftir hvernig maður horfir á það ég byrja stundum bara að prjóna einhver ermi og ég veit ekkert hvað ég er að byrja að prjóna ég er bara að gera ermi en að því ég er náttúrulega líka hanna og þú veist, ég er kannski með 2 uppskriftir og byrja bara að gera ermin og sé svo til á hvora peysun ég nota en það er líka bara óreglan kannski eða svona ég er bara í algjör svona það er bara þú í þínu flæði held ég nákvæmlega ég held ég myndi aldrei byrja að prjóna peysu og kannski, prjóna ermi og kannski eftir að vera okkur annar peysu ég þarf að vera skipulega verkefni fyrirfram en þetta er nefnilega geggjað að þú veist, þetta er bara þú að vera í þínu flæði þú veist, og svo bara einmitt kemur ljós hvað á að verða úr því en það er geggjað og ég hef líka séð hérna Hera sem er með flóðfjöru hún var að tala hún bara byrjaði á okkur peysu hún veit ekki hvernig hún verður veit ekki hvernig hún endar hún bara byrjaði það til dæmis það er líka flæði það er algjört flæði og ég man ekki hvort hún kallaði hana það allavega geggjað það til dæmis að ég er alltaf með uppskrift ég er með ákveðna starffræði og þú veist að því ég hugsa bara ákveðin hátt mínar en þarna var hún að gera bara eitthvað svona ég veit ekki hvernig þú veist, þetta verður eða sniðið það til dæmis það myndi ég ekki ég fekk bara svona ég líka en það var ógeðslega gaman að fylgjast með henni gera það ég trúi því það finnst mér finnst nefnilega svo gaman að fylgjast með öðrum og þá gefur mér alveg innblástur klárlega þú veist, að þora að fara á stað bara með verkefni sjá hvað gerist og allt þetta og eins líka að fólk er að prjóna með afgöngum
og bara þú veist það bara smá spottar sem fólk að gera, ég fæ mikinn innblástur bara þá kannski af litasamsetningu eða áferðin á gatninu eða eitthvað en svo bara verður hver og einn að taka til sín hvað virkar fyrir þig. Einmitt. Og það er líka svo gaman að sjá kannski bara líka hvað aðrir að gera og hvað hægt að gera. Algjörlega. Bara eins og til mig sem ég meina mamma, hún notar aldrei uppskrift þegar hún bakar. Nei. Mér finnst það er klikkað. Það er mjög vel gert. Já. Að því ég hugsa bara og svo spyr maður fá uppskrift á pizzadeginu. Það er engin uppskrift og þá get ég náttúrulega aldrei gert hann jafn góð að mamma gera. Nei. En svo eru bara aðrir með þetta í prjóni. Absolutt. Bara byrja að gera eitthvað og það er svo gaman. Mamma mín er einmitt svoleiðis. Já. Hún bara prjóna bara eitthvað. Bara ég er að prjóna sokka. Hvað er þetta að gera? Æ, bara hann eitthvað með Halldór Hæl eitthvað. Já, bara Halldór. Já, ok. Það er svo margt hægt. Það er endalausir möguleikar. Við þurfum bara að finna hvað hentar þér. Algjörlega. Og til þess að það gefi þér ekki kvíða. Þú varst að segja mér áður við byrja að taka upp frá vinkunniðinni sem var með ykkur peysu endalaust. Já, hún var að segja mér að hún elskar að prjóna og hún er búin að vera að vinna í þessari peysu einmitt núna í svolítinn tíma. Hún hefur ekkert mikla þolinmæði til að sita yfir henni, þú veist, að bara halda áfram. En svo hringdi hún í mig í fyrradag og sagði mér bara, ég verð að segja þér, ég held hvað. Hún leit svo skrítið, ég er búin að vera að spá í þessu, það er ekkert sem að ég breytti eða þannig, heldur bara ég hætti á pillunni fyrir einhverjum mánuðum síðan og hún svo allt inni getur bara setið og prjónað og ég bara, það fannst mér sjúklega áhugavert. Ekkert smá, þú veist, bara, já, ef að pillan getur haft áhrif á, þú veist, þetta að geta slakað. Já, og ég hef oft heyrt, og ég hef heyrt svo margar sögur í gegnum tíðina, það er til dæmis fólk með ADHD, bara fólk sem hefur verið á prjónunámskeiðum hjá mér, fólk sem ég þekki ekki neitt, hefur bara kynst í gegnum námskeiðin, fólk hefur haft samband við mig til að segja mér að þau séum alveg sko bullandi ADHD jafnvel og héldu að þau gætu aldrei lært að prjóna eða haft þolinmæði í það að sitja yfir eitthvað svona. Þú ert að sitja kjur og þetta fólk hefur sagt mér bara, hefur aldrei getað setið kjurt á ævi sinni eða eitthvað en þetta að þau bara geti prjónað og þau finna virkilega hvað þetta gefur þau mikla ró og bara núllar hugan og þau náðu bara að einbeita sér við þetta verkefni og hvað þeim líður virkilega vel að sita og prjóna og margar konur þessar sem hafa haft samband við mig það er verða síðan líka alveg þannig sko, það er prjóna sko, multiframleiða peysur sko. Það gerir svo hratt en það er svo geðveikt, það komast það bara í þetta flæði og ná að taka kannski út þú veist svo útrás eða eitthvað sem það er þurfa bara í því bara að prjóna á fullu en ná að núlla hugan í leiðinni og það er það sem er svo gott þessi velliðina tilfinning og velliðina tilfinningin einmitt getur oft verið aðalega fyrir hugan af því ef við erum stíf þá getum við líka þróa með okkur eitthvað skonar vöðvabólgu og eitthvað svo leiðist það þekkist alveg en fyrir hugan er þetta svo ótrúlega nærandi og slakandi og sérstaklega þegar það er eitthvað svona í gangi eins og nú ég fekk leyfi frá henni Áslaugu sem var hérna í þættinum síðast hjá Garnival sem hefði með Garnival að segja frá því að hún var að glíma við veikindi og þegar hún var á spítalanum og var kannski og var að fá vera að stinga hana með nálum og svona þá leið henni ótrúlega illa og hún var að segja mér að bara halda á garni bara áferðin gaf henni svo miklu ró og það er magnað. Mér finnst þetta ótrúlega magnað af því að þú tengir það líka við þessa velliðina tilfinningu og hefur ekki, þegar þú ert út í garðbúð bara koma við, maður þarf að koma við allt. Allt og klappa allir gatinu það er einhvern veginn, það líka oft gefur maður bara svona þú veist, eins og þegar ég fer í IKEA þá líður mér ekki vel eða Costco, ég fer ekki Costco það er svo mikið áreiti en þegar ég er í garðbúð þó það sé brjála að gera þá ég tek ekki eftir neina því ég er bara komið garðnið ég tengi svo jú, algjörlega og maður fær heldur bara eins og ég var í Smáralind þannig í gær og ég bara labba út með svona hálfgerðan höfuverk þú veist, bara út af kliðnum en einmitt eins og þú segir, þó maður hangi inn í gaddbúð heilengi skoðar allar hillur og er eitthvað voða mikið að pæla aldrei labba út úr handavinnubúð með höfuverk eða
Aldrei. Eða eitthvað svona overwhelming tilfinningu að það var of mikið áreiti eða eitthvað. Aldrei. Maður labbar sérstaklega þegar maður labbar út með póka. Já, þá maður labbar maður vel bara, endurnærður. Já, vel endurnærður. Það var top of the world. Ágrís. Með nýja verkefnum. Já, ántjóks. Dópamínið alveg. Bara Sky high. Heldur. Það er dásamlega tilfinning. Mjög gott. Og mér var svo fyndið hvernig Þorbjörg sagði að sérst, hvað garni gefur manni gleði. Já. Og eins og hún talaði til dæmis, þú er kannski með eitthvað dokku, að ég hef keypt eina dokku þar sem ég sat í gatbúð og ég bara horfði á þessu dokku í klukktíma og ég hugsaði bara, ok, ég verð að taka hana með mér heim, hún er svo mjúk, hún er svo flott, hún er svo fluffy, það var eitthvað móher, ég kann ekkert að prófa úr, ég veit ekkert hvað ég gera við hana, Okay. en hún veitti mér svo mikla gleði þegar ég keypti hana og alltaf þegar ég sé hann í skapnum hjá mér, þá er ég bara, ég veit samt ekki hvað ég gera við þetta, en þetta er geðveikt. Okay, Og þá gefur það mér svo mikla gleði. Og svo voru það að tala að það voru með svona leik sem það voru að býta á garnin, á dokkum. Og þá sá hún að það alltaf að gefa þessu dokku frá sér af því hún búin að gefa mig gleðina þó svo ég hafi ekki notað hana. Það geðveikur punktur. Og mér finnst þetta svo geðveikur punktur. Já. Af því að maður búin að klappa henni, komið hann að horfa á hana og kannski mun ég aldrei nota hana en hún búin að gefa mér svo mikla gleði. Hvað það ótrúlega flotti punktur. Að þú veist, í staðin fyrir að hugsa bara, ég með svo ekki gatn og ég veit ekki hvað ég gera við þetta, verður svona yfirþyrmandi Svona kvöð, bara eitthvað svona ég verð að nota þetta því ég er búin að kaupa þetta það þarf ekki. Alls ekki, frekar að gefa gleðina áfram til eitthvað, að lefa ykkur öðrum að njóta gleðinar. Nákvæmlega. Ándjóks. Og sérstaklega ef þú gefur ykkur vinkoninni svo er hún búin að prjóna og það getur hugsa þetta var henni skáp hjá mér í 3 ár, nú er þetta komið í líf í þessum flík. Já, ángríns. Þetta er geggjaði punktur. Já, mér finnst það einmitt, sammála því. En ég var farið yfir svona okkar reynslu á hvernig handavannan hefur haft áhrif á andlega heilsu. Já, klárlega. Hver er þín svona upplifun hvað ég segja, bara gegnum lífið eða svona frá þú byrjaðir að prjóna? Já, bara gegnum gegnum tíðina. Hvernig áhrif hefur það haft á þig? Ég einhvern veginn mér er bara alltaf fundist ógeðslega gaman að prjóna og svona þegar ég var yngri það voru alveg nokkur svona böll sem ég fór ekki á og því ég var bara heima að prjóna. Ok, tengi, ég fekk gæsahúð, ok. Og alla vinkonur þar senda bara, kanti, eitthvað svona, ég bara, nei. Þú veist, ég gat ekki slitið mig. Ég bara fysikli gat ekki slitið mig frá prjónunum. Nei. Ég þurfti bara að horfa og bara, nei. Og ég man svo vel eftir ég sat inn í eldhúsinu heima og bara síminn á fullu og vinkonurnar hringja og ég var bara, og systir mín var að fara, hún bara, Rakel, ég er að fara núna. Og ég bara, nei, ég ætla frekar að vera að prjóna og það er bara, ertu að grínast? Gekkja. Og núna kannski þegar maður er búin að vera að lesa allt þetta og kannski hvernig ástand, þú veist, einhvern veginn ég var í og þá var þetta bara sem ég þurfti frekar heldur en að fara okkur á ball í ykkur óþægilega aðstæður. Þannig að það er náttúrulega rosalega gott og holdt fyrir mann heldur líka bara að einmitt þetta eins og vorum að lesa alls konar rannsóknir og eitthvað, hvað er gott að tengja það saman að maður skilji líka sjálfan sig af hverju er þetta að láta mér líða vel. Já. Þú veist, eða hvað, þannig að bara gott að fá þetta í samhengi. Einmitt. Hugsa það svona í gegnum tíðina, þú veist. Að því ég byrjaði 2023, þá fór ég í veikindaleyfi eftir burnout og þetta er bara, þú veist, fyrir þá sem ekki upplifa svona kulnun, maður er bara skilinn af sjálfum sér og ég man ótrúlega vel þegar ykkur talaði í fyrsta skipti að sumir geti ekki farið í sturtu. Já. Og ég bara, hvað rugl er það? Ég bara skildi ekki að ég hef aldrei verið þar. Nei. En núna hef ég verið þar. Það var bara erfitt að fara í sturtu og ég man bara, sérstaklega einn daginn það vantaði með klósirpappír og ég hef búin að nota einhverju servettur og ég var alveg bara og annarkvort er ég að fara bara að taka tuskuna eða hendina eða ég þarf bara að fara til búð. En ég þurf bara að hringi systur mína og bara til ég vera með mér í símanum af því ég þarf að kaupa klósirpappír. Þetta var það erfitt og ég held að fyrir fólk sem hefur aldrei upplifað þetta, ef ég var að heyra þetta núna, einhvern segja þetta, þá var ég bara, hvað, þú veist. En þetta er bara í alvörunni og læknirinn líka segir bara, það sést í frumunum, bara, þú ert örmagna. Þetta er eins og að hlaða Tesluna inn að 30% en þú ætla samt að keyra á höfn. Það bara er ekki hægt. Nei. Þannig að maður er bara orðin svona, með leiðin sem ég væri mitt, bara eitthvað zombie.
gat ekki staðið, ég gat ekki eldað og ég gat ekki eins og verið að skrolla í símanum. Ég bara lá í sófanum og horfði upp í lofti og grét. Þannig að það var alveg hræðilegt. Þegar maður komst fram úr, þá bara, og stundum gat ég ekki einu sinni grátið, því ég var bara horfði út í loftið. Þannig að þetta var virkilega erfitt, mjög svona humbling. En svo fann ég, sko ég hugsaði strax, bara ok, ég er að fara í veikindaleyfi, ég veit ekkert hvað lengi, ég get ekki bara verið hérna heima að gera ekki neitt. Ég þarf að líka, af því þá fær maður bara 80%, ég er að missa hérna 20% af tekjunum mig, ég þarf að afla með tekjur. Þannig ég ætla bara að fara að prjóna loppeysur, opna einhvern Instagram prjónareikning og bara fara að selja peysur. Það var mitt svona, ég verði bara, let's go. Fáránlega vel gert. Sjúklega vel gert. Þarna var svona panikkvíðin einhvern veginn að kikkin. Þannig ég byrjaði og prjónaði nokkra peysur. Og svo fann ég mitt bara, þú veist, mér leiði alltaf vel þegar ég var að prjóna, en leiði ég var búin að prjóna. Þá heldist allt yfir mig aftur. Ég var að fá sko kvíða yfir því hvað ég átti að prjóna næst. Ég gæti ekki ákveð hvað lit og ég var alveg bara, mér ást að þetta var hrikalega erfitt. En það sem ég fann að kom mér fram úr á mótnana var að prjóna. Ok. Þannig að það er mjög jákvætt. Já, ég fann það alveg strax sko og það er líka sko því ég var búin að vera að prjóna fullu, þá gæti ég staðið upp og farið að elda eitthvað. Var það? Gæti kannski gert eitthvað svona smá. Ok, þannig að það gaf þér orku. Það gaf mér orku og þurfti svo að fara að setja niður og prjóna áfram til að geta svo gert eitthvað annað. Ok, geggjað samt að hafa getið líka fundið það, þú veist, bara til að gefa mér orku, þú veist, að hafa getað nýtt þér það. Grípið í það til þess að halda áfram. Já. Og það sem að gaf mér, að því öll handavinna, hún er svo svona skapandi. Hvort sem að, þó þú kaupir ykkur uppskrift, þú er samt að velja litasamsetninguna, þú ert að velja stærðina. Þú getur alltaf gert eitthvað svona smá breytingar sem að henda þér. Algjörlega. Og ég einhvern veginn svona, þegar ég prufaði, þarna byrjaði ég að stofna Instagram reikningi minn. Ég var sérst búin að stofna hana, held ég, 1 ári áður og var ekki búin að þóra að gera neitt. Þannig að þarna opnaði ég hann og fór að nota hann og þá fór ég að fylgja, ég fór bara í hashtaginn, prjón, lopapeysa, eitthvað svona og þá fór ég að sjá fullt af íslenskum uppskriftahönnuðum. Geggjað. Því ég vissi bara af Ístex. Ok. Og maður ætla bara að byrja, bara hvernig er þetta hægt og allir ég geti einhvern veginn, og bara þegar ég var til að skoða Instagrami, þá var því svo svona, það fekk ég svo mikinn innblástur, einhvern veginn að pröfa og ég ákvað, eftir að vera búin að prjóna þarna fullu, að pröfa henni að setjast niður og teikna mitt eigið. Vel gert. Og það gaf mér líka svo miklu orku, ég bara, oh my god, ég verði að pröfa þetta hérna, prjóna hana. Og með svo úr tvöföldum plötulapa sem slitnaði bara í ykkur tæjur, þetta var hræðilegt. Sjúklega vel gert. En samt hafði ég orkuna, ég heyri líka bara þegar ég er að tala og segja frá svona, ég var alveg bara, ég var alveg bara, oh my god, þetta er svo gaman. Hversu geðvegt. Ég gat ekki hægt og tókum með ykkur myndir og postaði henni, á þessum tíma var ég með 200 fylgjendur, en ég fekk samt 4 fyrirspurnir, hver geti ég fengið þessu uppskrift? Geðveikt. Og þetta gaf mér ennþá meira. Oh my god. Þannig að þú veist, það gaf mér einhvern veginn, þegar maður er mitt að prjóna, ég fór í svo brjála mikið fló og bara þessi bara veljiðina tilfinning og svo fer maður að skapa meira. Þannig einhvern veginn, það gaf mér svona hvatan til að fara að gera mínar uppskriftir og það var einhvern veginn ennþá meira heldur en að prjóna einhver uppskrift sem er til. Já. Þannig var ég að gera eitthvað svona nýtt, ég var að pröfa, en það var líka sko mjög erfitt að skrifa. Ég vildi bara vera að prjóna. Já. Þannig að það leið ár frá því ég prjónaði fyrstu peysuna mína, þá ég skrifaði uppskriftina af henni. Já. Já, ég skil það. Já. Af því þá ertu komin út úr kannski þessu skapandi flæði. Nefnilega. Og þarftu að koma sér frá þér. Já. Og það var svona, kannski það sem olli mér svolítið miklum kvíða fyrst. Já, ok. Og ég myndi að vera bara í fullu börnáti að vera að skrifa ykkur uppskrift og vera að koma með pröfuprjónarana og vera umreikna og allt þetta. Já. En ég líka borgaði bara stelpu, það heitir Tech Editor á ensku, ég veit ekki hvað þetta heitir í íslensku. Ok. Það eru ykkur einstaklingar sem að, þú veist, rukka fyrir að hjálpa mér, hún bjóð til, þú veist, stærðirna fyrir mig fyrst. Geggjað. Vá, hvað það var mikið snilt. Já, þannig annars hefði ég ekkert getað að byrja á þessu, sko. Nei. Já, það gaf mér svona sjálfstrust til að hún las líka yfir stafsendingu og lagaði allt hjá mér. Ha? Já. Geggjað. Það var geðveitt, sko. Annars hefði ég aldrei, held ég, lagt í þetta, sko. En það var frábært að geta fengið einmitt hjálpina við að einmitt komið svo frá þér. Já.
spáði því. Og svo lærði ég bara sjálf, ok, ég sé hvernig hún að gera þetta, þá get ég fyrir að gera það sjálf. Já, geggjað. Frábært. Það já, þannig að og bara ennþá í dag finn ég bara, þegar ég sess niður að prjóna, það bara gerist eitthvað inn í mér. Það kemur bara, þú veist, ég bara finna eitthvað svona orku, bara veljiðinu orku, bara fara allan líkamann og bara, mér finnst hún svona fara upp í hugan á mér og bara hreinsa hann, bara eins og þvottavél. Þetta slekkur á þvottavélinni sem allan daginn í gangi í hausnum á mér, en kemur samt með svona einhverja jákvæða, þú veist, og þegar ég að prjóna þá ég kannski líka að fá mér langar að pröfa þetta eða mér langar að pröfa að gera þetta svona í næstu peysu ætla ég að gera þetta svona og það var alltaf einhvern veginn í svona skapandi flæði og þetta bara og eins og margir kannski bara í börn þú varst að gefa út allar þessu uppskriftir og hvernig, en bara þetta gefur mér svo miklu orku. Það er bara algjörlega magna. Og ég er bara búin að vera eins og versmiða, ég er bara gjössanlega bara að framleiða peysur og stundum, þú veist, horfir maður alveg bara svona ég er bara búin að vera þessi 2,5 ár sko, en ég er komið ósla mikið uppskriftum. Það er sturlað. En það er líka bara svolítið birtingamynd á hvað þetta gefur mér mikla velju. Ég er bara algjörlega. Og bara þegar ég er í þessu flæði, þá bara kemur alltaf meira. Einhvern veginn, ég er bara búin að lenda í einu sinni að það stoppar hjá mér, allavega sköpunarflæðið. Ok. En það kom samt, það var ekkert langur tími sko. Ok. Það kom aftur sko. Æ, hvað það var gott. Mjög gott. En já, ég er mjög þakklátt. En þú veist, ég er alveg búin að vera að hugsa bara, ok, í gegnum tíðina er ég svolítið þannig, ég fæ eitthvað svona æði fyrir ykkur og gerir kannski bara vandræðalegt að ég sé að opna mig það. En í framhaldsskóla þá vaknaði ég á nóttinni til að harfest í farmil. Nei. Ok, það er gæðveikt. Þú veist, ég fer alltaf all in í hlutina. Ég heyri það. Og ég er alveg Varstu að stilla vekjar alltaf vakna? ángríns. Nei. Þetta var svona, þannig að kannski sé vinina og ég var í keppla við vinkonum mína. Já, ok. Við vorum alltaf að skipta stáfinu nummer 1 og 2. Ok. Gæðveikt. Það var ekki verið að segja frá þessu. En, þú veist, Þetta er svo tölvuleikur. Já, þetta er appin í Facebook. Já. Þegar ég var sérst í framhaldsskóla. Og þá var líka Facebook, þetta var allt svo nýtt. Já. Ég var aldrei í einhvern tölvuleiki með þetta, bara greip mig svona svaka. Þetta var geggjaða leikur, ég man eftir Þetta var honum. geggjaða leikur. Já. Það voru líka bara allir í þessu. Já, maður var alveg húgt líka. Þannig að, Já. það er einhvern veginn, og ég var alveg verið að hugsa bara, hvenær hættir þetta hjá mér? Þú veist, er Nei, þessi ekki spáði ákveðið, því. er ég að fara að missa hann? En þetta bara gefur mig það mikið og í öllu börnátinu, þarna fekk ég líka eitthvað bara svona tilgang í lífið. Af því ég bara í alvegni sá ekki tilgangin. Þú veist, ég er bara hérna að vakna á morgnana og ég hef ekkert. Þú veist, ég hef engin plön, þú veist, fyrst að því áður maður kemst inn hjá virk, ég var liðarlega 3 mánuður. Þetta voru erfiðustu 3 mánuður bara Ógeðslega langur tími. sem ég bara gengi í gegnum. Já, ég trúi því. Ógeðslega langur tími. Og maður bara svona, hvað á ég að gera? Og ég upplýði mig sem bara algjörn aumingja og mér leiði eins og að sæti ykkur á bringunum minni allan sólhringin, alltaf. Og við erum með það mikinn kvíða, ég gæti ekki hort á sjónvarp. Það skipti ekki máli, þú veist, ef það var gaman. Ég fekk svo mikinn kvíða, ég bara gæti ekki. Nei. Þannig já, ég en prjónið bara alltaf og ég var hvorki að hlusta en ég horfa alltaf. Þú veist, mest svona kannski hljóðbækur, en stundum bara gæti ég ekki. Nei. Ég þurfti bara að vera að prjóna. Og þú veist, þetta bara, og þá fann ég bara svona kvíðan í bringunni bara svona einhvern veginn fara og þá kom bara svona velniðina tilfinning. En hvað það er dásanlegt að geta upplifað það. Já. Og einmitt að upplifa hvað handavinnan getur gefið manni mikið og einmitt bara hvað þetta sem við vorum að lesa þessar rannsóknir og þetta, hvað þetta styður virkilega við, þú veist, þessar upplifanir sem maður hefur í lífinu. Bara hvað er dásanlegt að þetta, bara þessar aðferðir séu til, bara eins og að hugleiða eða myndi svo að prjóna eða hvað það nú er, að einmitt, að það sé hægt að núllstilla hugan svona. Einmitt, að því þetta tekur þig úr öllum áhyggjunum, þú ert að horfa á eitthvað, þú ert að finna áferðina, þú ert að sjá eitthvað verða til, þú jafnvel finnur lykt, það er kannski lykt á ullinni eða, þú veist, og þú ert að hugsa, þú ert að telja, það er svo einhvern veginn margþætt, sjónrænt, þú veist, þetta er bara frábært í allir staði. Bara algjörlega. Svona fullkomin tól frekar en
ég meina, kannski myndi ykkur horfa á þetta bara fíkn. Ja, kannski. En að þetta svo góð, bara velliðunar orka sem þú ferði út úr þessu. Já. En þetta miklu jákvæðara heldur, að því ég var á tímabili farin að hugsa bara, ég bara, einmitt, orðin eitthvað prjónafíkill. Að því ég var bara, ég gat ekki hugsað neitt annað. Nei. Og ef að vinkonum mína voru eitthvað svona, hei, vilt ef þú komið gangutúr, þar voru ótrúlega duglegar. Og það er dýrmætt. Að heyri í mér. Já. Og og ég var alveg bara svona, mér langar frekar að vera heima að prjóna. En ég vissi samt, ég hef gott að því að fara út og taka mér einmitt pásu. En ég var hún alveg bara svona, ég vil bara vera að prjóna. Ég vil helst ekki vera að borða, af því ég vil bara vera að prjóna. En þetta, ég var bara það vondum stað. Já. Að þetta var bara það eina sem slökkti á bara svona kvíðanum og öllum einhvern veginn áhyggjunum. En dýrmætt og skulle hafa haft prjónið á þeim tíma. Ég veit ekki hvernig ég komist gegnum þetta án þess sko. Nei, það er alltaf bara, já, það er bara hræðilegt að maður upplifi, að fara í burnout og að því ég hef sjálf gengið í gegnum það, þá hef ég oft hugsað einmitt eftir á, eins ömurlegt að vara að upplifa það, þá finnst mér það samt svo dýrmætt bara lífsleksía að maður getur sett sig í spor annar sem hafa farið í burnout. Einmitt að maður hugsi ekki, þetta bara hísja upp eða buxurnar eða eitthvað skilur. Þetta er ekki þannig, að þú getur virkilega ekkert að þessu gert. Nei, líkaminn er bara ekki gert þetta. Nei, líkaminn er bara bugaður og hugurinn og bara andleg líðan er bara í mólum og eins og að tala um að hann að fara að kaupa klóspapír. Fyrir mér var það að setja uppþvottavélina, skilur. Það var bara mjög óyfirstíganlegt verkefni. Og vera kannski að keyra og bara hvert er ég að fara? Hvað er ég að gera? Já, algjörlega. Af því maður bara myndi ekki neitt. Nei, það er bara algjörlega. Og ég mani mynd bara þegar ég labbaði inn í Tiger til dæmis, búðina. Ég labbaði, það var, ég gat það ekki sko. Og ég var kannski byrjað að labba, svolítið svo margir ángar og svo mikið af dóti, þetta er svo mikið áreiti fyrir heilan. Já. Og að því svo eru augun að skanna, alla hlutina. Þetta var bara, ég labbaði kannski hálfa metrinn í búðina og ég var búin að snúa við út og ég var komið með hvað heitir það? Bara hausverk. Já. Og bara óglatt og þetta var rosalega skrítin upplifun. Já, nákvæmlega. Þetta er nefnilega einhvern veginn, hvernig, þetta getur líka við, þetta er bæði andlegt og líkamlegt. Að þá er svo gott einhvern veginn, allavega að geta notað prjónin eða handavinnun til að líða betra andlega þegar maður er á svona og sama hvað þetta gangi gegnum í lífinu hvort það er, ég meina bara þegar maður á erfiðan dag í vinnunni eða kannski erfiðan dag erfiðan svona bara persónulegan dag eða hvað það nú er það getur grípið í eitthvað svona algjörlega. En fyrir nú aðeins yfir, þú lentir líka í svona kulnun þú áttur aðeins öðruvísi upplifun heldur ég. Já. Að það var tengt handavinnunni. Já. Hvernig var það? Þegar ég var í burnoutinu þá, ef ég fyrir aðeins inn í það og svo ætla ég að spóla hans tilbaka bara frá því ég var krakki, kannski hvernig, já, maður hefur bara haft handavinnuna með sér gegnum lífið og prjónið og svoleiðis. En þegar ég var í burnoutinu þá man ég lá bara í sófanum í 3 vikur og ég var með svona háaloft, þetta voru í Danmörku og ég var með háaloft þar sem ég var með saumavélina mína og bara allt handavinnudótið mitt þarna uppi og ég lá í sófanum og horfi bara upp á loftið og ég gat bókstaflega ekki snúið mér á hliðina. Ég var bara það andlega og bara líkamlega buguð og ég horfði alltaf hana upp á loftið mitt og langaði svo mikið að fara upp og sauma en ég bara gat það ekki. Ég gat ekki staðið upp og það fannst mér ógeðslega erfitt. Já, og einhvern veginn þegar líka minn segir bara stopp og það aftur, það er ekkert hægt að það sem hefur ekki upplifað þetta kannski bara skilur þetta alls ekki en svona bara já, í gegnum lífið almennt bara þá, mér stela pínu fyndi vorum með að tala um það áðan að ég er búin að prjóna, ég þekki mig ekki öðruvísi heldur en að prjóna, ég man ekki eftir mér öðruvísi en einmitt bara á öllum svona einhverjum erfiðum köflum í lífinu að þá hefur prjónið alltaf verið hana og maður er alltaf, ég hef alltaf verið eitthvað með þess að prjóna án þess eitthvað að hugsa af hverju eða
eða eitthvað það veitir mér velíðuna tilfinningu eða eitthvað, heldur ég hefi bara, og einmitt þegar eitthvað ekstra mikið álag hefur verið í lífinu, þá hefur maður einmitt verið að prjóna meira eða eitthvað, en án þess eitthvað að hugsa út í það endilega eitthvað svona per se, þú veist að það róar mig eða ég hef ekkert endilega verið að hugsa þannig, heldur bara hefur þetta alltaf bara verið partur af mér. En ég tengi við algjörsamast að segja á þann með þetta að vera að fara út á lífið helgar eða fara á ball eða eitthvað, guð minn góður, hvað svo oft vinkonum mínar hafa kallað mig ömmu, bara veist, þeim langaði svo út helgar eitthvað á tjútið og ég bara, ég er svo spennt yfir þessu hérna prjónaverkefni sem ég er að gera, ég ætla bara að vera heima, það var bara, þetta er mikil amma. Já. En hvað var það, heldurðu, það sem kom mér fram á mótnana var að prjóna, en þú gast ekki prjóna. Nei. Hvað heldurðu að var það að vera tilhugsunin eða það bara, líka pældi að vera þeim stað í lífinu að ekkert veitir gleði. Það er bara sturlað. Ekki einu sinni handavinnan. Já, það er rosalegt. Að þá varst ekki komin einhvern veginn. Þá var maður einhvern veginn komin bara það langt frá sjálfum sér að þú veist, já, bara líka minn og bara allt er bara í þroti. En sem betur verið voru nú bara þarna 3 vikur, langar 3 vikur, en leiði komst upp úr því að þá einmitt bara var maður bara laser fókust í því að vera að prjóna eða reyna sinna handavinni út af því að maður fann einmitt eins og þú sagðir að það gaf manni rosalega velíðuna tilfinningu og slökkti á heilan öllum öðrum hugsunum og já, bara klárlega kom hann í gegnum daginn, einmitt klárlega þessi tilfinning líka að maður var svo spenntur. Maður er svo spenntur að halda áfram, maður er svo spenntur og þegar ég komst þarna på loftið, ég keypti mér overlock saumavél í fyrsta skipti á ævinni, þá sem ég búin að sauma í 1.000.000 ár. En ákvað að kaupa mér overlockvél. Það er með þess að vídeo, ég setti vídeoan í Instagram, þetta er sko ógeðslegasta vídeo sem ég séð. Mamma var hann uppi á lofti hjá mér og tekur vídeo og gleðin með þessu, ángríns, þetta er ógeðslegt vídeo, ekki fara að kíkja á. Já, ég ætla að kíkja á. En bara hamingjan og þessi velíðuna tilfinning sem að bara algjörlega yfirtökum hann, það er veist, momentið já, það er það sem maður er að leita alltaf eftir, þú veist, bara að líða vel, gleðin, sköpunarkrafturinn, bara þetta er bara svo dýrmætt og líka fá eitthvað svona í hendurnar og hugsa bara valmöguleikarnir eru óendanlegir. Já. Það er ekkert sem getur stoppað mig núna. Og heilin fer bara flug með öllum verkum sem hann langar að gera og aftur getur það náttúrulega líka veit manni pínu kvíða, þú veist, og allt sem hægt er að gera og öll efnin og litirnir og allt þetta, en maður bara reyna að hafa pínu stjórn á því. Ég held þegar maður er að hugsa hvaða er sem ég get gert, valmöguleikarnir eru óendanlegir, það gefur manni orku en svo þegar maður kannski er að fara að ákveða hvað af þessu ætla ég að gera. Já. Það getur orðið bara svona, ég veit það ekki. Sammála. Og svona, jafnvel stoppa mann, ef maður kemst ekki yfir að velja, maður kemst ekki lengri það, þá er mann alltaf bara stopp. Algjörlega. Þannig að, ég veit ekki hvort það hafi verið það að ég stoppaði á tímabilið mitt, að því ég gæti ekki valið peysu. Já. Ég hef búin að prjóna allt frá Ístex 1.000.000 sinnum. Ok. Ég á öll lopablöðin og ég er búin að prjóna allar þessar peysur. Vel gert. Ég er ólst upp í sveit og mamma með svona Airbnb, þannig ég var alltaf að prjóna bara og selja þetta. Geggjað? Bara, ég held ég að prjóna svona 300 eða 400 peysu gegnum ævina. What? Vel gert? Ekki að íkja, því ég var bara alltaf að prjóna. Og þannig ég ángríns bókstaflega búin að prjóna allar þessar peysur og þarna var ég bara eitthvað þú veist, er ég að fara að gera 23. riddarann, eða skilur ekki það, en þetta er geðveik uppskrift en ég var orðin bara svona maður er svona leiður að gera það sama. Já. Þannig að það gaf mér svo og líka þá þurfti ég ekki að velja uppskrift, af því ég var bara að teikna mitt. Að það svona einhvern veginn gaf mér þá meiri orku. Ég veit ekki hvort að það, en svo getur líka verið sko að því lopapeysan er svo einföld. Þú ert bara að prjóna hring. En ef ég hefði verið í ykkur svona útsaums, eða þú veist, hvað segjum þetta, útferðar munsturprjóni
útferðar, viljum ekki segja það. Hvað er það? Ég sá líka svipurinn að ekki skrítið. Já, hvað er hann að fara að segja? Þetta var gæðveikt. Áferðarprjón. Oh my god. Þetta var gæðveikt. Útferðarprjón. Ég er bara að sjá fyrir mig eitthvað útferðarmynstur eitthvað. Oh my god, Þetta var gæðveikt. ekki til. Þetta var gæðveikt. Herjá, útferðarprjón er ekki til. Áferðarprjón, afsakið. Áferðarprjón. Nú man ég ekki einu sinni hvað við erum að tala um. Herru, förum bara yfir eitthvað annað. Hörru, en já, varandi þú veist bara prjónið, mér finnst líka svo ofboðslega dýrmætt af því að maður sjálfur hefur upplifað bara í gegnum ævina hvað handavinna yfir höfuð gerir fyrir mig og mér finnst svo ofboðslega dýrmætt að geta miðlaði áfram til annara. Já. Þú veist, að geta kent öðrum og það er bara virkilega bara mitt mission í lífinu, að geta kent sem flestum að skapa, þú veist, að sauma, prjóna, þú veist, að komast í þetta flæði af því ég hef upplegað virkilega hvað það gerir fyrir mig og sé það bara hvað það gerir fyrir aðra. Maður sér alveg, þú veist, bara að fólk er svo hissa einmitt yfir því að getur eitthvað, fólk verður svo stolt, þú veist, að klára verkefni eða actually að geta lært eitthvað svona aðferð eða, og einmitt þegar maður tala við aðra sem eru að prjóna, þú veist, þetta er ákveðið bara tungumál, þú veist, og maður talar saman einhvern veginn á ákveðin hátt þegar maður er að tala um prjón til dæmis, eða sauma hvað það er. Já, þannig að fyrir mér er það þetta einmitt að mér finnst það svo dýrmætt að geta miðla þessari þekkingu áfram til annara og hvatt aðra til þess að byrja að prjóna. Einmitt. Eða sauma, eða, nú tala ég alltaf um alls konar aðferðir af því að ég er í alls konar, en þannig að mér finnst það alveg óboðslega dýrmætt. Og einmitt þegar bara fólk segir mér, fólk pikkar í mig út á götu og segir mér bara við varum að klára prjónanámskeið hjá þér og bara einmitt, þú segir mér eitthvað reynslusögu, bara einmitt til dæmis með ADHD eða hvaða nú er, bara hvað þetta virkilega gerir fyrir fólk. Einmitt. Já, óbúslega dýrmætt. Það er líka svo gaman við þetta áhugamál okkar, að þú getur endalaust byggt ofan á það. Absolutt. Maður fær, ég held að sé mjög erfitt að fá leið á því að prjóna. Þú kannski fær leið á því að prjóna sömu uppskriftir aftur og aftur, ekki alltaf, en þú getur alltaf það bara lært eitthvað meira. Algjörlega. Óendalaust. Nei, endalaust. Endalaust, já, en líka einmitt þetta, því svo vorum að tala um áðan með þetta að vera að prjóna heima þessar á kvöldin. Já. Alveg eins og ég er alltaf með eitthvað verkefni just í veskinu mínu, bara alltaf, hvað sem ég fer, kannski er ég bara í smá pásu í vinnunni, að geta gripið aðeins í prjónana. Alveg eins og þetta bara, það er oft verið að hvetja mann til þess til dæmis að hugleiða, af því að það hefur svo góð áhrif, bara aðeins að núllstilla sig í deginum, aðeins að fylla á orkubatteríið og það er alveg eins með þetta að grípa í prjónana, veist, það gefur maður eins og þú veist að segja líka þínu upplifun, hvað það gaf þér orku og það gerir það virkilega. Þú veist, þannig bara klárlega hvet alla til þess að vera með eitthvað auðvelt verkefni eins og til dæmis Anna Sigga var daginn, hún var í klippingu eða eitthvað minni mig. Hárlitun eða eitthvað, hún var að sína eitthvað, hún var að prjóna húu og hún var að sína, þetta væri litla verkefni sem hún væri með sér bara á ferðinni og þetta er bara svo ofboðslega mikilvægt einmitt að maður finni sér einhverja leið í lífinu bara í dagsins amstri að maður hafi eitthvað sem gefur manni orku og núllstillir mann aðeins. Og sama hvað það er, það þarf ekkert endilega að vera handavinnan, en bara sama hvað það er. Absolutt. En mér langar líka að hvetja alla sem eru í þannig vinnum og hafi tök á að geta allir með prjónað á fundum, talið við yfirmannin eitthvað, fáið þið og spurðið þið hvort þið megi prjóna á fundum, vegna þess að það er svo oft einhvern veginn, maður er hræddur um að fólk dæmi mann eða eins og maður sé ekki að taka upplýsingar, en þegar ég er að prjóna þá fylgist ég betur með, ég næ betur að einbeta mér og taka upplýsingarnar. En svo sér maður margir kannski bara símanum, enginn spá því að það er svo eðlilegt að við grípum alltaf síman. En ef við erum í skóla,
Þú veist, jafnvel ef þú ert í námi og átt erfitt með að fylgjast með í tímanum, spurðu bara kennarann. Þú veist, versta sem gerir sér og fara, nei, það hentar ekki þessum aðstæðum, ok, ekkert mál, en þú ert þá alltaf búin að spurja. Algjörlega. Þannig að ég mæli klárlega með því. Ég til dæmis spurði í minni vinnunni og ég er búin að fá leyfi til að prjóna á fundum og vá hvað þetta hjálpa mér að geta fylgst með. Vá hvað það gekk. Klukkutíma fundur þar sem þú ert bara að hlusta. Þú ert ekki fara að taka þátt, þú ert ekki fara að segja neitt. Það er rosalegt. Það er rosalegt. Þá þarf ég sko að vera með að prjóna til að geta fylgst með. Já, ég tengi vel við það. Þannig að já, hvet fólk til að, og þá sem að er þannig stöðu og vinnum að spurja. Klárlega, tek algjörlega undir það. Já. En nú er kannski komið seinni-part, nú er fyrir að líða á seinni-part þáttarins. Eigum við að fara yfir hvað við erum með á prjónunum? Já, góð spurning. Ég skal byrja. Já. Ég er ennþá að prjóna barnabuksurnar, hraunbuksur, en ég er alveg að vera að búa með þær. Já. Alveg að vera að búa með þær. Ég var að klára sauma útsaum á peysuna, barnapeysun sem ég var að prjóna. Já, ég sá það á Instagram. Ógeðslega flott, þetta kom með smá vel út. Ógeðslega ánað með þetta. Líka svo sætt nafn. Þetta var svo fullkomið á peysuna. Já, geggja sætt. Herra, en svo byrjaði ég líka, ég fitjaði upp á einni hipsterlúi, eða húi. Hipsterhúi frá Petit Knit til að hafa svona með í veskinu á ferðina. Ok, nice. Já, þannig að það er sem ég er með á prjónunum. Úr hverju ertu að prjóna hana? Góð spurning. Herri, ég fór í búðina til Önnusiku. Hún gaf mér alveg innblástur í þetta verkefni. Frá því hún var hann í klippingunum daginn. Já. En ég sérst að prjóna sömu húi og hún var með á prjónunum og sama gatt. Þetta er meira en óvill. Ok. Yes. Geggjað. En þú, hvað ert þú með prjónunum? Heyrðu, ég steg á eina steinin á Reykjanesinu síðasta sunnudag sem var sleipur og ég handleggsbrotnaði. Það bara sökka misjón. Já, 4 til 6 vikur í gifsi. Þannig að ég hef ekki getað prjónað, en ég er með á prjónunum núna, eða sko, nú er ég ekki að segja satt, ég prjónaði í gærkvöldi og mér er illt í hendurinn í dag. En þú veist, ég prjónaði allt axlastykkið í gær. Oh my god. Ég var ekki prjónað Rakel. Þannig að mér er svolítið illt í hendurinn núna. Já. En ég veit ekki alveg hvort ég ná að klára hana. En ég er að gera ægishjálminn. Ég er búin að gera hann í Barna og Álafoss. En núna er ég að prjóna hann í léttlopa. Ok. Mér fannst Álafoss uppskriftin vera svolítið gróf. Ok. Sérstaklega úr, kannski ég sá það hjá einnig sem var að pröfuprjóna extra small. Ok. Mér fannst hún svo gróf í Álafoss-lópanum. Þannig hugsaði, ok, ég ætla að gefa hana líka út í léttlópa fyrir einhvern sem vil kannski fingerðari. Þannig að það þarf ég að prjóna peysuna, en mögulega get ég gert eins og ég sá eins og Sunnumaríu, hún setti ekkert mér í story, hefur ykkur áhuga á óvissu pröfuprjóni? Af því hún var ekki búin að ná að prjóna peysuna. Ok. Þannig ég kannski fæ bara að gera eins og hún og bjóða upp á óvissu pröfuprjón. Það er mjög sniðugt. Ég held að það sé. Það er geggjuð hugmynd. Fólk sér alveg hvernig, þú veist, barnapeysan er. Hún er léttlopa. Já, ok. Þannig að það er Það er bara geggjuð hugmynd. Það ekki? Jú. Ég hugsi þurfi að gera það. Þú veist, að því ég er komin sko í, Upp í hálsmálið. Upp í hálsmálið. Ok. Og það er svolítið erfitt að prjóna slett og brauðið, svona handleggsbrotin. Ok, áhugavert. Þannig að ég veit ekki hvort ég ná að klára hana. Og ef ég náði að klára hana, ég þori ekki að setja mínar í þvottavél. Ég handþvær alla peysuna mínar. Já, bara klárlega að mæla með því. Já. Það eru heldur ekkert skítur, maður þarf ekki mikið að þvo lópapeysur. Nei, það er aðalega fyrst að það losni Já, losni lykkjurnar og verði svona aðeins fallir áferðin. Slettist hún úr þeim? Já. Algjörlega. Það er svona, en ég hugsi ég myndi ekki geta þvegið hana á menn er í gifsinu, sko. Já. Ég hefur bara hjálpað þér. Já, ég kannski fæði þig bara ef ég klára hana. Já, þú verður að fara varlega í það. Passa hendina. Herri, ég sagði því í síðasta þætti, ég ætlaði að spyrja þig út í hvort þú væri byrjuð á útsaumnum í peysuna. Hvernig er það? Nei, ég er ekki, ég er búin að vera svo æst. Eins og vorum að tala um áðan.
nú er kannski svona dópamíni við að ég er búin að prjóna peysuna. Já. Og nú er ég svo æst í að klára það sem ég er með á prjónunum. Ég hef ekki gefið mig tíma. En nú ætlum við að fá önnusöku í þátt fljótlega. Já. Og ég ætla að vera búin að fara að hitta hann upp í búð áður en við tökum þann þátt. Góð hugmynd. Það er hérna, ég segi það núna og... Mér líst vel á það. Það ekki? Jú. Ég þarf að fara að pröfa þetta. Mér finnst líka svo gaman að sjá. Þegar þú varst að gera, þá hugsa ég, heyrðu, nú verð ég, en ég var alltaf búin að brjóta mig. Já. Þannig að Maður getur ekki gert allt á. það er svolítið hættulegt að fara í gatbúð. Ég fór núna í gær. Já. Og það var bara mjög erfitt að kaupa mér ekki fullt af gatni. Ég trúi því. Svona að því ég hugsa, Ég ímynda mér þetta. ég keypti mér alveg smá gat, þannig ekki fullt. Ekki allt sem ég langaði í. Það var kannski líka bara fínt. Já, geymd aðeins. En jú, ég þarf klárlega að reyna að drífa þetta af. Já, þetta var alltaf ótrúlega skemmtilegt verkefni að sauma svona út í og líka, það ekki? jú, og líka bara breytti flíkin ekkert smá og þetta var fáránlega einfalt og Já. þegar leiðum að byrja að sauma út þá langar mann að gera meira Einmitt. og einmitt af því að, hérna, að því ég er að taka upp út saumsnámskeið þess að þá er ég að vinna í svoleiðis verkefnum líka og þá einmitt ég byrjaði að sauma út hann í þessa prjónuðu peysu Já. en er núna hérna sauma í efni. Þú veist, og það er líka bara, ég veit ekki, þegar maður byrjar og þegar maður, einmitt, þess að við talum á svona ekki að læra eitthvað nýjar aðferðir eða þú veist, ég hef alveg oft saumað út en ég ger kannski bara minna af því. Já. Þú veist, ég er meira í því einhvern veginn að prjóna og sauma undanfarið en þegar maður fer einhvern veginn yfir í að vera spenntur yfir einhverju öðru að þá hérna Það vil maður bara maður vill gera bara gera það, Já. já, og maður vil gera þess mikið og hægt er sko og hérna það. Einmitt, helst alltaf. það er svo gaman. Og svo bara hugsa um þetta í vinnunni kannski, ég get ekki beðið eftir að koma heim og, Ángríns. þú veist, Mhm. endalaust að hugsa. Já. Það er svo gaman. Já, og einmitt þetta eins og þú varst að segja áðan bara jafnvel að sleppa því að borða, ég tengi svo fast við það sko. Þegar maður er spenntur og hugsa, ok, ef ég er að fara að elda hérna í hálftíma, en þá get ég mögulega að klára, þú veist, þetta, ég sleppi því. Ég fæ mér bara Borða bara einfalt. epli með netismjöru eða ristabrauð sem ég þarf ekki að bíða eftir og klára það. Ég tengi svo hart. Oh my god. En þetta er samt Þetta er svo klika. gaman að geta haft svona áhugamál sem er bara svona, við erum bara með ástríðu Já, fyrir þessu. það er bara Við akkúrat svoleiðis. brennum fyrir áhugamálun okkar. Það er bara akkurat svo leis. Það er bara ómyndalegt. Það er það virkilega og einmitt að geta verið svona spenntur fyrir einhverju, þú veist að því að það er ég veit fullt af fólki sem á ekkert áhugamál. Já. Það er ég alveg bara, þú veist, mann langar svo einhvern veginn bara nennir please að læra að prjóna eitthvað. Já, einmitt. Eða pröfa að læra að teikna, eða þú veist, bara finna Bara eitthvað. Já. sem að gefa manni svona mikla gleði. Þetta er Algjörlega. bara- Það getur alveg verið að púsla. Já. Ég veit um marga sem eru líka svona raða svona steinum eða eitthvað. Já, Gera svona steinamyndir eða eitthvað. Þú veist, Einmitt, sama hvað, eða þetta er sama konsept, þú veist, að Já. komast bara í þetta flæði. einmitt. Það er málið. Lesa stjörnumerkin eða spanna eða Já, bara, bara eitthvað. eitthvað. Já. Þannig að Mæli maður með. að finna svona, og held ég líka þegar þú ert að lesa, þá ferði í svona flow til dæmis. Þetta er allt einhvern veginn, Já. gefur manni þessa flow tilfinningu Mm og þetta er bara, hún er ómetanleg. Virkilega. Og Og það hún, er svo gaman að sjá að rannsóknina sína fram á og líka að hún geti byggt upp sjálfsmyndina. Mér finnst það geðveikur það punktur. er geggjaði punktur, Já. algjörlega. Mér finnst líka með þetta að geta kent fólki, fyrir mig er það einmitt að geta kent fólki, bara valdefla fólk í því, þú veist, að læra eitthvað aðferð, læra að maður getur, þú veist, skapað eitthvað, staðið fyrir að hanga yfir sjónvarpinu, eða tímanum í það, og þú getur actually búið þér til flík, eða þú getur saumað þér veski, eða Já. þú veist, whatever, og af því að það gefið þér svo mikla veljiðina tilfinningu Einmitt. og bara, ég bjóð þetta til, og líka það er engin annar í heiminum sem á nákvæmlega eins og ég. Einmitt. Já, það finnst Og mikið þú að getur gert það yfir sjónvarpinu. án gríns. Það er besta við þetta. Já, rétt. Það þarf ekki að kompromissa þar, sko. Nei, rétt. En Þannig já, annars bara er ég orðin hrikalega spennt yfir að fara á Garnival. En það ekki? Jú, Já, við við förum ætlum að fara þangað. saman. Ertu búin að ákveða, ertu að fara inn alveg blind eða sjá hvað kallar á þig? Já. Eða ertu með eitthvað plan? Hvernig ætlað þú að labba þarna inn? Hvernig? Ertu að meina bara svona hverju ég er spennt yfir að fara að sjá eða svoleiðis? Ég veist, ertu búin að ákveða að þú ætlar að finna þér gatn í eitthvað ákveð verkefni? Já, þannig, ok. Eða þú ert búin að finna ykkur litla verslun, netverslun sem þið langar að koma við eða eitthvað svoleiðis? Mjög góð spurning. Í fyrra þá bara fór ég alveg blind. Ég vissi ekki eins og hvaða básar voru að fara að vera þarna eða neitt. Ég er smá búin að kynna mér það núna. Annars þá ætla ég eiginlega bara aftur að gera bara eins og í fyrra. Mér fannst svo gaman bara að mæta þarna og ég vissi eiginlega bara ekkert hvað ég var að fara út í. Þú veist, ég vissi bara að væri fullt af hverju gatni og geggja fólk, geggja Já. stemming. Og ég ætla eiginlega bara að gera það aftur núna. Að mér finnst svo gaman bara eiginlega að rölta
og hérna bara leyfa mér að gefa sjálfur mér bara góðan tíma í að vera að rölda bara og skoða, þú veist bara einmitt að finna hvað kallar á mig. Já. Allt í einu í fyrra rakst að Önnu Siggu að nefndi fyrra, hún var búin að kaupa sér eitthvað útseimsbók og ég var bara, oh my god, hvað keypti þessa bók? Og þá hljóp ég þangað og keypti síðustu bókina, skilurðu. Þannig mér fannst, það finnst mér svolítið skemmtilegt. Já. En ég er búin að kaupa náttúrulega gatni í nokkur alveg næstu verkefni og að því ég er að taka upp námskeið, bæði saumanámskeið og útseimsnámskeið, en ég má ekki bæta með verkefnum. en ég veit að það er eitthvað sem á eftir að fresta mín hana. Já. En þú, er eitthvað sérstætt þú ert svona eitthvað spennt yfir eða spennt fyrir að skoða eða eitthvað? Já, ég er ógeðslega spennt að fara að hitta fólki sem maður er búin að spjalla við. Og ég líka, mér langar að skoða handlitagat. Ég er svona, af því ég er náttúrulega bara búin að vera í lopanum. Þetta er svolítið svona óvissuferði einhvern veginn fyrir mig að fara að pröfa eitthvað nýtt. En já, ég held svona, mér dreymir svolítið að geta fundið eitthvað gat sem ég get sett í uppskriftina mínar sem er staðgengill fyrir að þú fílar ekki lopan. Ok. Og ég er svona, mér langar að fara í rannsóknarvinnu og finna þetta gat. Það er kannski eitthvað sem ég ætla að hafa kannski augun opin fyrir, að ég er náttúrulega nenni ekki leiðilega, ég hef bara gert einu sinni prófumfæstu þá því ég var að taka upp kennsluvídeó. Ok. Ég ger alltaf bara ermina og nota hana sem prófumfæstu. Ok. Og tek bara sjensinn á án, ég held ég að 2 sinnum lendi að það er ekki rétt. Ok. Af því þegar ég var yngri og var að byrja að læra að prjóna þá kunni ég ekki prófumfæstu og ég prjónaði bara alltaf og mældi bara með málbandi bara þetta passar ekki og ég var kannski búin að prjóna allan bókin. Og raktur þá allt upp? Já, og svo skrifa ég bara niður. Guð mig góður. Ég kunni ekki prófumfæstu hugtæki og vissi ekki neitt. Nei. Þannig ég er búin að fara svolítið í gegnum það og núna veit ég bara. Ok, áhugavert. Þegar mín prófumfæstu er, já. Þannig að ég nota bara 5 mm og 6 og 7. Ok. Ég nenni ekki eitthvað svona lítið. Nei. Þannig að ég er að fara að horfa á gat sem passar fyrir þessa. En þetta er í rauninni Léttlöpa og Álafoss prófumfæstan. Já, ok. Ég er spennt að fara að skoða þetta með þér. Það ekki? Jú, mjög. Finna eitthvað sem passar eitthvað mjúkt og flott en samt svona fluffy. Ég vil lopa áferðina. Já. Ég finnst svo flott með þessi loðna áferð. Já. Og þess vegna er móhair eitthvað sem ég þarf að... Þú þarft að prófa móhair sko. Þess að segja eitthvað til dæmis að blanda saman léttlópa og móhair. Það er geðveikt. Eða plötulópa móhair. Einmitt. Já, það er til dæmis eitthvað það er geðveikt flott sko. Já. Það er eitthvað sem ég þarf að pröfa sko. Þannig að ég er að fara í algjöra óvissuferð þannig og sjá bara hvað kallar á mig. Ok. Þannig að ég er bara spennt og ég er líka ógeðslega, já, var búin að segja það. Þannig að já, þetta er bara ógeðslega spenntar og hlökkum til að sjá ykkur. Já. Og þetta verður æði. Það ekki? Jú. Sjúklega spennt. Heyrðu bara, þá segir bara, hvað er það, hamingju með daginn? Fyrir þess að vera að fara karnival. Hátíð. Já. Þetta er bara geðveikt. Heldur betur. Hlökkum til að sjá ykkur. Já. Já, sömuleiðis. Það þekki kannski ekki mig en ég verð með tinnu. Og ég verð líka í gifsi. Takk æðislega fyrir í dag. Já, takk fyrir að hlusta.